Þið eruð að horfa á föstudagsþáttinn hér á N4 og við ætlum að halda áfram og vinda okkur í allt aðra sálma því að við ætlum að fara að tala gæludýr því að hér á Akureyri opnar þann 10. september næstkomandi gæludýr.is útibú í Baldursnesi 8 gamla Europris-húsinu og hingað til mín komin Helga Hrönn Óladóttir verslunarstjóri og byrjum bara á því, hver þetta með þér? Þetta að Nói, aðstoðar verslunarstjóri. Verslunarstjóri. Þetta nú með glæsilegri aðstoðarverslunarstjórum sem ég hef séð. Hann voða krútt. Já, hvernig hundur þetta fyrir þá sem að ekki þekkja? Þetta semst Papillon. Papillon, já. Heitir tegundin, fiðrildahundur. Einmitt. Já. Ég vildi að ég væri með svona fín eyru. Það væri mesti munur. Fólk tæki mann allavega alvarlega held ég. Ekki vont að hafa aðstoðarverslunarstjóra sem er svona glæsilegur að sjá. Hvernig gengur undirbúningur fyrir opnunina? Mjög vel. Já. Það alltaf fullu. Já. Það vika til stefnu, þannig að við erum bara keyra allt í gang núna. Dásamlegt. Alveg. Og þetta náttúrulega, það hefur, það ekki rétt hjá mér, það hefur ekki verið núna gæludýra svona verslun með svona sérverslun á Akureyri eitthvað skeið. Þannig. Ekki svona stór, sko. Nei. Með svona miklu úrvali og við náttúrulega erum með fókusin á líka lágvörur, gæðavörur á lágu verði. Þannig að þetta er pínu, þetta er nýtt. Já. Fyrir okkur, þetta er svolítið sveltur markaður hérna. Akkurat, þetta eykur allavega á flóruna umtalsvert. Algjörlega. Já. Og það eins og segir, þeir eru með áhersluna á lágvörur og alls konar en einhvers konar öðruvísi þjónusta í boði líka? Já, við semst erum með, þetta er tæplega 1000 fermetra búð. Já. Þetta er alveg svolítið stórt. Já, mér heyrist það. Og erum með semst annað rými við hliðina þar sem við erum með bara svona námskeiðshald og snyrtingubrjöndar. Já. Og í rauninni bara svona hundamiðstöð Norðurlands. Þar sem verða alls konar námskeið, hlýðninámskeið og hitt og þetta í boði. Já. Og það er ekki hægt að fá snyrtingu fyrir eigendurna í stíl við hundinn? Það er alltaf hægt að semja, nei. Nei, einmitt. Nei, það er frábært. Ég velti svolítið fyrir mig núna, því að ekki það maður vilji tala endalaust þetta COVID og svona sem hefur verið í gangi, en hefur einhvern tímann verið eins gott að vera gæludýr eins og akkúrat núna? Þau náttúrulega þurfa alltaf að borða og þau gefa eigendum ró og þetta náttúrulega er bara... Já, og eigendur kannski sjaldan verið eins mikið heima. Nei, akkurat, og margir kannski sem hafa veigrað sig við því að fá sér gæludýr vegna þess bara að það er svolítið svona að vinna í upphafi kannski, sérstaklega eins og með hunda, maður þarf að húsvenja þá og svona. Já. Og nú eru margir atvinnulausir eða heima við. Já, heimavinnandi. Þannig að það eru margir að taka skrefi núna þegar sjá smá tíma í það. Já, einmitt. Þú veist að hann er eitthvað aðeins að tjá sig að Nói, það er bara gott, hann verður að fá að leggja orð í belg. Jú. Já, sjálfsög. Nei, akkurat. Og verðið þið með dýr, bara svona verðið þið með dýr í búðinni? Nei, við erum ekki með dýr á þessa stötu. Nei. Þetta er í rauninni, við viljum fókusa svolítið á bara vöruflokkana sjálfa. Já. Og já. En það eru öll dýr velkomin til okkar. Já. Og við erum vön því fyrir sunnan. Við rekum 4 búðir þar, stórar. Já. Og þar hafa verið að koma naggrísir og fuglar og kanínur og hundar og kettir og bara öll flóra. Já, bara... Allir velkomnir. Allir velkomnir að versla. Já. Koma á nammibarinn. Það er bara að gera, sko. Þetta er lifandi vinnustæðar. Já. Allt í boði. Já. Já, það er náttúrulega tilbreytingur að geta farið með naggrís eitthvað svona að versla. Já. Ekkert allar verslanir sem taka fagnandi á móti svoleiðis gestum. Og ekki allir sem kannski, þau fá velun hjá okkur, nammi og svona og þetta er bara... Já. Þetta er alltaf skemmtilegt. Akkurat. Ég vissum að gæludýra eigendur á Norðurlandi taka fagnandi á móti þessari viðbót í flóruna. Og þú segir námskeið, segir verðið með líka, verða þau auglýst? Þau verða auglýst, já. Á síðun okkar, það er að sjá inn á bara gæludýr, vefverslungæludýr.is inn á netinu. Já. En svo er líka bara ekkert mál að bara hafa samband við okkur og senda einnig á bara akureyri@gæludýr.is og spyrjast fyrir. Ef það er einhverja spurningar, áhugasamur. Já, fólk
með hunda sem þurfa að komast á námskeið eða eitthvað svoleiðis. Já, algjörlega. Frábært. En við verðum með líka, það verða kaupaukar og það verða alls konar tilboð í upphafi. Já. Og við verðum með hana Heiðrúnu Villu sem svona norrlenska stoltið okkar hún semst hundaatferlisfræðingur og ráðgjafi og hún ætlar að vera með ráðgjöf í búðinni á opnunardegi. Einmitt. Svo erum við með fólk getur komið og fengið ráðgjöfarandi fóður eða frí klóaklipping fyrir hunda. Já. En það hefur alls konar skemmtilegt þarna í upphafi, sko. Einmitt, mér heyrist það. Já, það sé eitthvað sem að fólk og dýr ættu ekki að missa af. Nei, endilega bara. Það er mikilvægt að halda því til haga að það séu allir velkomnir. Allir velkomnir. Það er góð umhverfisþjálfun líka bara fyrir dýrin að koma í búðirnar og eins til okkar. Já, akkurat. Algjörlega. Verður ekki alltaf látin bíl út í bíl eða heima. Já. Akkurat. Mér sýnist Nói, hann er farið að lengi að komast aftur í búðina, hann hefur áhyggjur af þessu, að undirbúningurinn gangi, já, hann er bara komin út, hann ætla bara út í búð. Að því sögðu þá bara óska ég ykkur góðs gengis og vona að þetta fari ótrúlega vel að stað hjá okkur. Takk fyrir að koma í föstudagsþáttinn. Takk fyrir mig.